Annarkvort verði ég að segja að þetta sé comeback þáttur af því að svo langt síðan síðast eða þá að þetta er season númer 2. Hvort ætla sé flottara og líklegra til vinsælda að segjast vera já, ég er að gera hérna þátt númer 13 eða þá nei, er season númer 2 var að byrja á því. Ég veit það ekki. Það skiptir engu máli. Bara velkomin að skjánum og bara kærar þakkir fyrir að koma og kíkja á þennan þátt. Ég heiti Kristín, ég er þáttastjórnandi eða ætti að segja þáttastýra í þessu podcasti. Ég er handleitarinn hjá Vatnsnes Jarn og tala mikið um prjón og garn. Eiginlega eingöngu. Þetta er svona hefðbundið prjóna podcast þar sem að ég fer yfir það sem ég er að vinna að, þar sem ég er að klára og úr því að ég er að handlita þá fer ég líka svolítið yfir bara hvað ég verið að lita og stundum lita samsetningar og fleiri þeimdur. Það er töluvert langt liðið síðan ég setti út þátt sem er svona almennan podcast þátt. Það var, þú veist, mér finnst þess að geti verið að hafa bara verið í maí eða eitthvað. Þá minnir mig endilega að ég hafi sagt, þú veist, að ég hafi ætlað að kannski bara vinda mér í að gera vikulega þætti. Þú veist, og svo líða bara nokkrir mánuðir. Hvað er að frétta? Við eigum sem sagt skrúðvang sem er gróðurhús á Laugarbakka, ég og herra skrúðvangur. Og þar er ég með opið á sumrin, svona fyrir þá sem ekki vita. Og við erum officially búin að loka þar, sko. Það voru prjónahelgar, nýtt Hvammstangi í september, þar sem við tókum á móti 2 hópum, syngur á helgina. Og svo átti að vera núna í október, en því er náttúrulega aflýst eins og öllu, út af svollu. Það var alveg ógeðslega gaman, ég elska að fá fólki í svona heimsókn. Ég hugsa að ég vindi mér bara í verkvinnslu. Kannski segi ég fyrst frá hver ég er. Ég er í peysunni sem að ég í daglegu tali kalla bara mosapeysuna. Hún er eftir, ég man það ekki. Enda líka kannski skiptir það ekki beint máli því að á peysunni var, eða þú veist í uppskriftinni er berustykkis munstur. En ég var svo sem búin að tala um það sko að það var þannig að ég vildi fá peysu sem að er bara, mér langaði bara til að prjóna einlita peysu en ég var semst að reyna að finna bara snið í raun og veru, ekki beint, þú veist, ég vildi ekki hafa hana með munstri. Hvað hef ég að segja, sko, mér finnst liturinn geggjaður. Ég svo sem hef ekki farið í felur með það. Og hún næri raun og veru mér niður á miðjar mjaðmir og með nógu síðar ermar fyrir mig. Ég er með svona apahendur og þú veist, venjulega eru peysur hér og jakkar eru að kaupa svona. Annarkvort vil ég hafa þá bara kvart ermar eða þá alveg langar. Hún er þeirra sem ég langaði í stóra peysu. Hún er ágætt. Það eina sem að ég kannski segja væri svona neikvæða hliðin eða þú sérð þetta sem er að gerast á brjóstkassanum. Þú veist, það er eins og sé of margar útaukningar. Þú veist, nú kann það vera því ég er eins og 11 ára strákur að framan. En þú veist, mér finnst þetta að vera, þú veist, unflattering að vera með svona krumpur að framan. Næsta verkefni. Það sem ég er búin að vera að vinna að, það er til dæmis no frills sweater sem ég er að gera úr því að segja Tweed DK. Kemur þetta? Já. Ég er búin með bólinn. Peysan er einleið, ekkert feit eða neitt út í gangi. Ég vildi líka að þessa stóra. Ég á eftir að gera ermarnar. Það sem er að trufla mig eru önnur verkefni. Ég var einmitt að hugsa daginn, þú veist, ef ég hefði bara aulast til þess að drífa af ermarnar, þú veist, það er ekki eins og að sé eitthvað langt eftir, þú veist, ég er búin að prjóna smá á einni þeirra og ég meina, ég þarf mér að nota prjónin eða snúrun á honum. Ef þið bara, þú veist, trulla mér til að klára þetta, þá ætti ég nýja peysu til að fara í. Ég er svona leynt og ljóst aðeins að útvíkka hvaða liti ég er með í fataskápnum.
kom með grænan, ég var búin að gera svolítið af ljósum og bleiku undanfari og nú síðan verð ég með brúnan. Af því að svo kom upp þetta með jólaprjónið. Þar sem að ég bæði varð svo ótrúlega spennt að ég bara eiginlega vissi ekki síðan hvað ég héti. Út af því að ég var það spennt að ekki bara er ég að prjóna jólapeysu, heldur gerði ég líka jólaliti. Þetta er fyrst að sýna þér vintersólpeysuna sem ég að gera og á að vera mín jólapeysa. En þú veist, ég valdi líka munstur til að geta verið síðan í henni, þú veist, alltaf, af því að mér finnst þetta alveg ógeðslega flott peysa. Hún er það sem kallað er top down hybrid. Það þýðir að ég byrjaði á munstrinu hér. Prjónaði það upp og allt hálsmálið. Tók svo upp lykkjurnar sem ég var með á bandi hér og er núna að prjóna bólið niður. Reyndar finnst mér þetta vera alveg ágætlega snillt sko. Ég hlakka geðveikt til þegar hún er búin, svakalega falleg peysa. Ég er einmitt að nota liti. Ég er semst að nota hluta af jólalitunum sem ég gerði. Þessi brúni heitir Ginger in the House og er þessi og græni heitir Good Omen og er þessi hér. En þá ætla ég að fara nánar í bara aðeins á eftir, svo er ég með silfru í peysunni. Fleiri verkefni í vinnslu, það eru til dæmis sokkar sem fara í jólagjafir. Sem dæmi er ég að prjóna úr drasl. Prjóna úr, og þá er ég marga að prjóna úr bæði BFL nælon, merino nælon, fingering grófleika og svo er ég að prjóna til dæmis eins og þessa úr merino nælon DK. Ég er ógeðslega hrifin af DK-gatni með nælon í sokka. Ég var ekki búin að vera með það, ég var ekkert að lita það áður. En ég er að nota samt fingering grófleika í tanna og hæluna það. Og staroffið. Þetta fjólubláa gatni er bara eitthvað gatt sem ég átti í mínu stassi. Það reyndar lítur út fyrir að vera nett grófara heldur en fingering gatni sem ég líta. Þannig að þess vegna getur verið að sé að fyrir mig að nota þetta fingeringatn með þessu DK-gatni. Þessi sokkur er prjónaður í svona sokkavél og það er rosalega þétt og ótrúlega þægilegt og gatni sjálft er teygjanlegt samt svolítið, þú veist. Og já, mér finnst þetta bara að vera snillt. Ég gerði sokkapar sem að ég hefði pottet sýnt þér ef að herra skrúðvangur væri ekki í þeim as we speak. Hann er nefnilega sokkabuðull dauðans og við ákveðum að gera tilraun með hversu marga daga hann getur verið í þessum sokkum og þvegið á og böðlast í þeim eins og honum einum er lagið, verið í vinnuskóm og bla, þangað til að kemur gat einhvers staðar að hælinn er ég að búast við. Hann er búinn að vera í þeim í 3 daga núna held ég. 3 eða 4 eða eitthvað svoleiðis. Auðvitað verða þeir þvegnir á milli. Það er ekki þannig að hann ætla að vera í sömu sokkunum, þú veist. Ég ætla bara að sjá hvernig þetta gatt kemur út. Því að svo prjónaði ég nefnilega hælinn líka úr DK með næloni í. Reyndar man ég núna að það var með Stellina og það þýðir að það er 5% minna nælon í því heldur en í merino nælon DK-gatninu. En þú veist, ég ætla bara að sjá hvernig það kemur út. Ég er frekar spennt við því. Svo er ég að prjóna Slipstravaganza sjálfið. Ég er komin ekkert með það. Einhver hluta vegna, þá get ég ekki gert þetta rétt. Það er eins og að vanti, ég hef ekki nefnt að telja líkjurnar.
En það er svo að vanta alltaf 3 lykkjur. Alltaf þegar ég komin út á endan þá vantar mig. Mér vantar 1 skref. En litirnir sem ég er að vinna með eru til dæmis þessir. Og ég er sérst búin að gera fyrsta hlutana af fyrstu vísbendingunni. Mér vantar reyndar líka lengri snúru á prjónunum mína. Af því að þetta er bara stutt snúra og eftir augnablik þá sýnist mér á því sem ég hef séð út í bæ að það verði komnar sko alveg 400 lykkjur bara eftir augnablik á prjónin og þetta er ekki nógu stór fyrir það. Aðalliturinn minn er leynigesturinn og þetta er fyrir þá sem fylgjast fast og örugglega með mér á Instagram. Þá er þetta fallegasti kúkabrúni litur sem ég á ævi minni séð. Nú er ég 4 barna móðir, hef átt hunda, á hænur og hef þá sem sagt eitt töluverðu af mínum tíma í að horfa á kúk og fylgjast með kúk og mæla út hvernig öllum líður eftir hvernig kúk viðkomandi hefur. Og þetta er þá sem sagt fallegasti kúkabrúni sem ég hef séð. Annars sem getur líka alveg talast kúkabrúnt er þetta hérna, ég meina. En við ætlum samt að tala þetta bara sem leynigest, af því að það er það sem þetta heitir, og Ginger in the House, sem ég er mjög hrifin af þessa dagana. Og svo er ég hérna með Millu, sem er svona pínulítið létt speklað, tala svolítið við hérna Ginger. Og svo var ég búin að ákveða að hafa balans. Ég er enda búin að skipta út einu sinni. Það var ekki Ginger in the House, það var annar ljóslitur. Svo mér bent á að hafa frekar meira kontrast eða svoleiðis. Og núna er ég ekki viss hvort ég ætla að nota balans. Það kemur bara ljós. Þetta hefur mér langað kannski frekar að nota dekkri bleik fjólubláan lit eða eitthvað þannig. En það kemur bara ljós. Ég er líka að framleiða jóladagatölin þannig að ég ákvað með mér að ég myndi ekki taka sjal eða neitt annað prjón fram yfir það, svona þangar til ég klára það. Og ég vind mér bara í þá kláruverkefni síðan síðast sem að, og þau eru 2, hálfpartinn 3. Og það er náttúrulega út af því að ég vill ekki viðurkenna að ég hafi verið léleg að prjóna í sumar. Nei, ég meina mitt akkvars tímabil, það er á sumrin. Þannig að ég prjónaði ekkert rosalega mikið í sumar að mér finnst. Kannski er ég að gleyma einhverju. Jú, ég náttúrulega prjónaði mosapeysuna, þessa grænu sem ég var í áðan. Þessa. Ekki verið með einhverja vitleysu að segja ég hafi ekki verið að prjóna neitt í sumar, Jesus. Það sem ég prjónaði líka var peysa á þá 7 ára. Þetta er Dogstar peysan eftir Tin Can Knits. Mér finnst hún geggja sæt. Ég er svona, prjóna mér líka svona peysu. Mér finnst það cute munstur og svona. Gatnið í henni, það er, ég er með 2-falt fingering og feitaði hérna eins og bara ég væri einhvers konar feit snillingur á milli lita. Þannig að það er eiginlega héðan og eitthvað hingað sirka á þessu bili. Þá er ég með hespu frá Vivid Wool sem ég man ekki hvað heitir. Og svo er ég með allt kringlitin hérna neðst, balans og einhvern annan lit. Og svo er ég örugglega með lit sem heitir Önnur Saga. Þetta er í raun og veru bara afgangarnir af sorrelpeysunni sem ég notaði hana. Og svo þegar ég kom að því, þá breytti ég yfir og er að nota Vivid Wool og gat frá Dr. Dyeworks hérna sem það er ljósari partur og svo fann ég þetta rauða hérna, þetta er svona vínrautt eða þannig í skúfunni hjá mér líka og þetta er eitthvað sem ég hefði litið ekkert hjá hann. Mér fannst þetta vera hinn fínasta leið til að nota eitthvað á gatninu sem ég átti í skúfunni. Er síðan með annan bleikan lit í ermunum heldur en stelpur Róan er bara þvílíkt ánægð með peysuna. Ég var að segja það henni eftir 4 krakka. Enginn af þeim hefur viljað vera í prjónuðum flíkum.
Ömmurnar hafa náttúrulega verið mjög duglegar að prjóna á þau og það bara einhvern veginn, þau hafa aldrei viljað verið í þessu. Það sem að ég ætla að prjóna næst er pröfuprjón í peysu eftir, pröfuprjóna peysu eftir Eddu. Og ég ætla að prjóna hana í sama gatni og Wintersol-peysuna. Og hún á líka að vera stór. Ég er bara öll í þessu stóra, ég vil bara hafa allt stórt. Ég ætla að nota liti sem heita Simplify og leynigest í munstrið. Svolítið spennt fyrir því. Það verður prjónað á einu númeri stærri prjónaheldur en ég er að prjóna hér og ég er svolítið spennt að sjá hvernig arangarnið kemur út í því. Ég er að reikna með að fara 6 hespur af arangarni í þá peysu. Já, 6. 6 í aðlit og 1 í munstrið. Já, og svo eitt síðasta klárið. Og þú veist, þetta er líka prjónað, eða þú veist þarna, þetta er líka prjónað í sokkavél og svo prjónaði ég hælinn og munstrið, stroffið og tána. Þetta er jólalitur Vatnsnesjarn í ár. Þessi sokkur er prjónar af því. Hann er nýkominn í sölu og á vefnum hjá mér. Lítur svona út í hespunni og heitir Bjart yfir jólum. Ég er voða hrifin. Og það er þannig að meðan ég á rauða mínihespu til, sem ég á alveg góðan slatt af, þá fylgir svoleiðis með í kaupunum á fingeringarninni. Það er hægt að fá þetta sérst af Merino Nylon sokk sem er 75-25 Merino Nylon og Perfect sokk sem er 80-20 Merino Nylon og svo á Merino DK. Nei, og svo á Merino Nylon DK sem er 75-25 líka. Það fylgir ekki mínihespa með Merino DK af því að það er ekki sami grófleiki. Ákvað ég. Og fyrst ég byrjaði að tala jólaliti, þá ætla ég að ræða aðeins jólalitina sem ég gerði í tilefni því að það var vinkonuhópur sem ákvað að prjóna sér jólapeysur. Og þær voru að biðja liti í jólapeysu sem ég auðvitað varð við, þetta því að mér finnst gaman að líta gafn. Það urðu úr 6 litir, 1 jólagrænn og 1 jólarauður. Þeir heita Rauðhetta og Freisting. Þessi, allavega eins og ég sé hann á myndavélina akkurat núna, er eins konar grænni. Sem sagt, meira grænn heldur en blár. Það getur verið svo erfitt að mynda svona dót. Og sem sagt, svo bætti ég við af því að þú veist, þessu jólalitur, þú veist, hvað er það? Þessir eru kannski svolítið eins og bara músastigin, græn og rauði, sem við þekkjum öll hérna úr krepapír, sem voru öll látin gera í grunnskóla, á 2 jólaföndursdögum, 2 marathon jólaföndursdögum í desember, með sveitta foreldra og bara almennt séð, þú veist, irriteraðan líð. Kannski er ég að tala hvernig ég er í jólaföndri hjá mínum börnum. Sveit. En mér langaði sem sagt að taka þetta aðeins lengra og til dæmis þá er ég með furugerði sem er í raun og veru bara svona, þú veist, grenitrésgrænn og náttúrulega piparkökubrúnan, ginger in the house og svona dimmrauðan eða dimmfjólurauðan er það litur. Sem einnig er mjög hátíðlegur og þennan sem er líka grænn en samt aðeins blárri sem heitir Good Omen. Þetta eru þá sem sagt þessi 6 jólalitir sem ég gerði og hægt er að panta á öllum gagngerðum í sjoppunni. En það er sem sagt jólapeysu samprjónshópur sem öllum er boðið í að vera með í. Bara googla eða þarna leita á Facebook bara jólapeysu samprjón eða eitthvað þannig og vera með.
að því að allir verða að eiga jólapeysu núna. Og þá erum við ekki endilega að tala einhverja svona lame jólapeysu, heldur fallega jólapeysu. Eitt sem ég síðan totally gleymdi að segja í varandi klár. Og þú veist, ég get ekki tekið sjálf allt kreditið fyrir þetta klár sem að pínlítið, þú veist, oft þannig í mínu prjónalífi að ég með klárið sem ég prjónaði ekki einu sinni sjálf. En það var þannig sem að ég held ég að farið í fyrsta þætti, því að þá var þetta verk í vinnslu, að ég prjóna pröfu úr öllum litunum sem að ég lita og eru í, sem sagt, hvað heitir þetta? Eru reglulegi litir sem að ég lita aftur, ekki svona neitt uník eða einnar hespu gaman eða neitt þannig. Mér finnst þess að ég hafi sagt frá því að ég hafi byrjað á þessu í janúar 2018, langar mig að segja frekar en 19. Ef það var janúar 2019 þá alveg ótrúlegt hvað þetta hefur tekið langan tíma. En sem sagt, þú veist, og það eru litir í sem að ég hætt að lita, þetta hefur tekið svo langan tíma. En leið mér að kynna bunka af prjónfestupröfum sem að ég nota til þess að bæði sjá hvernig allt prjónast hjá mér og til þess að taka mynd af til að setja á vefinn hjá mér svo þú getur séð hvernig þetta prjónast. Þetta til dæmis saltwater og hér til dæmis hvað heitir þetta? Moonlight shadow og hér til dæmis urð og grjót. Það mjög góður litur. Anywho, ég fekk auðvitað hjálp frá 3 totally yndislegum konum. 2 þeirra þekki ég ekki neitt en þær bara buðust til að hjálpa mér. Ég bara, þú veist, maður fer bara eiginlega pínlítið hjá sér þegar það verið að hjálpa manni svona bara út af engu. Og svo neytti ég systur mína til að gera nokkrar pröfur. Ég held hún hafa alveg netti. Og svo þetta, kannski get ég ekki einu sinni sagt að þetta sé almennilega klára, því að þú veist, svo náttúrulega ég alltaf að lita nýja liti og og þá þá alltaf að gera pröfu. Nokkrir aðrir nýjir litir myndu vera til dæmis þessi hér, sem hefur fengið nafnið kannski, og þessi hér, sem hefur fengið nafnið ef til vill. Þá ég búin að fá prjónaða í svona sokkasnák. Bara ég ekki með hann hérna. Og meira nýtt var, tilrauna eldhúsin. Það þannig að í gatbúð Eddu búið að vera í gangi það sem kallast tilrauna eldhúsið. Ógeðslega skemmtilegt verkefni. Það þannig að maður fær mynd og á síðan að túlka myndina í gat. Það eru 5 handlitar með gatni í gatbúð Eddu. Það ég, Vatnsnesjarn, og svo Goosey Fibers sem dama í útlöndum einhvers staðar. Og svo píurnar í Today Affiliarn og Hexax Dyeworks og Systrabönd. Ég fekk mánuð númer 3 og ég man ekki, þú veist, hvort það var 1. júní eða eitthvað svoleiðis. Ég á ekki hespuna til en var búin að prjóna pröfu. Myndin sem ég fekk leit svona út og mér fannst ég þurfa endilega að gera 2 liti. Annar þeirra svona, þú veist, þetta eitthvað apparat sem í maður finnur í fjörunni. Þú veist, og það aðalega svartur eða svona gráir litir og svona off-white eða gulhvítur eða rjómahvítur hnoðri, ég veit ekki einu hvað þetta Mig grunar þetta sé bara sölnað þang eða eitthvað svoleiðis. Frekar fallegt, sko. Og hérna fannst mér endilega að mér langaði eins konar til þess að bara brjóta allt þetta í fasta forminu á myndinu upp og koma því í form á gatni. En gat síðan ekki
ekki líka gert það sem að, þú veist, myndin eiginlega kallar á sjálfmynstrandi garn sem að ég gerir líka. Það voru bara til rosalega fáar hespur af því og þetta er einu búturinn sem er eftir sem ég á til. Ég á ekki heldur hespu til að sýna þér hvernig það var. En það skiptir það ekkert máli. Ferlega skemmtilegt verkefni sem að við síðan endurtókum á ekki gatgöngudeginum árið 2020. Þá gerðum við líka vídeo eða þú ert ekki búin að kíkja á það. Það er á rásinni minni. Sérst vídeo úr gatbúði. Það er viðtal við nýjan prjónahöfund eða peysuhöfund og þar er viðtal við Arndísi og Eddu og það eru líka innslög bæði frá mér og þeim öllum íslensku liturunum sem eru í gatbúði Eddu. Og þá sem sagt fengum við allar sömu myndina og áttum að túlka í gatn. Ef þú ferð að kíkir á vídeóið sem við gerðum í tilefni þessu, þá getur þú séð alla litina sem við gerðum. Það sem kemur stórkostlega á óvart og hérna myndin er að allir, við vorum 4 sem sagt, allir litirnir sem við gerðum, þau voru bara svo ólíkir að það var eiginlega bara truflað, þú verður eiginlega að kíkja á þetta. Þetta er liturinn sem ég gerði. Það er á myndinni svona appelsínugult, bátarusla eða netarusla eitthvað hannig og ég ákvað að hlaupa með það sem aðalit og svoleiðis og svo prjónast þetta svona. Svona garn verður ógeðslega skemmtilegt í svona sokk. Það finnst mér allavega. Svona almennt séð það sem hefur verið að gerast hjá Ásnes Jarn er bara að ég er að framleiða jóladagatal. Í fyrra í jóladagatalinu var lítið skemmtilegt spil sem heitir umferðarspilið. Það kemur í svona poka. Ég var að fá fleiri af þessu spili og þetta er í sölu á síðunni hjá mér. Þetta eru sem sagt 2 teningar sem að segja já og nei. Og svo er annar teningur sem er með bara hefðbundin teningur sem að, og þú mátt kasta tening og spyrja á ég ekki bara halda fram prjóna? Og þá segir teningurinn, jú, þú mátt það. Eða þá bara, nei, nú er nóg komið og þú átt bara að fara að vaska upp. Og ef að þú ert kannski klukkan 3, þú ert alveg shit, ég þarf að fara á fætur eftir 4 tíma. Getur samt ekki hægt að prjóna. Þá getur þú kastað tening, hvað get ég gert margar umferðir í viðbót og svo farið að sofa. Þá segir teningurinn kannski 6, eða þú ert heppin. Kannski bara 1. Þetta er sem sagt að fá á síðunni hjá mér. Ég var að fá nýja poka líka, svona bláa. Og teningarnir eru einnig öðruvísi litin. Fjólublár og hvítur. Fellega skemmtilegt. Skemmtilegt fyrir sig, skemmtilegt í gjöf. Síðast en ekki síst, þá erum við að safna pening til þess að gefa í baráttuna gegn krabbameini. Sem sagt, þú veist, það er bleikur október og það var bleikur dagur daginn. Allir krakkarnir fóru í einhverju bleiku skólan og allir voru í einhverju bleiku, þú veist, til að sýna samstöðu. Við ákváðum í svakalegum snarheitum að gefa 20% af sölu á bleiku garni á vefsíðunni hjá mér, systraböndum, Today Affiliate og hjá Sveinu. Þetta er eitthvað sem gildir út núna október 2020. Þar sem að ég er í félagi fljótfæra kvenna, þá ákvað ég í snarheitum að gera 2 bleika liti. Eða ég ætlaði náttúrulega bara að gera 1 bleikan lit. En þá sagði hin konan í félagi fljótfæra kvenna, FFK, að hún ætlaði bara að skella í vettlingaútskrift. Og þá ákvað ég, ok, frábært, ég geri þá 2 bleika liti sem ég gerði. Og það eru þessi litir. Vettlingaútskriftin og Syncor 50 gramma fingering grófleika hespan verður til sölu út október á vefsíðunni minni vasnesjarn.is og það sem meira er að það bættust 2 dömur við í félag fljótfæra kvenna og
gera líka uppskriftir sem allur ágóðan af uppskriftunum verður rennur í þessa söfnun. Það eru Ardís sem er að gera húfu og Guðlaug sem er að gera vettlinga. Vettlingarnir og húan eru prjónaðar úr DK-garni. Þannig að ég bjó líka til sett af DK-garni. Þetta eru rúmlega 50 grömm af hverjum lit. Sko, svo er þetta svo mikil hvatvísis ákvörðun að ég get ekki einu sinni sýnt þér myndir af uppskriftunum sem umræðir. Ég get hins vegar sagt þér að báðir vettlingarnir eru alveg ógeðslega sætir. Og húfan líka. Ég hins vegar pröfuprjónaði húfuna. Hvatvísin er slík að ég var bara 10 mínútur að þessu. Þetta er svo fljótprjónuð húfa og ég er svo hvatvís og fljótfæra. Það er bara, það hálfa væri nóg. Ég sverða, ég var búinlega verið bara 9 mínútur að þessu. En svona lítur húfan út. Mér finnst hún fara mér einstaklega vel. Mér finnst þessi litur vera geggjaður. Mér finnst skemmtilegt að Ardís ætlar bara að gefa allan ágóðan af uppskriftin í krabbameinssöfnunina. Og ég held að puttin á mér sé bara frekar glaður með þetta. Ég held að við eigum alveg frekar góðan séns á að gefa í þetta málefnið þó að við séum bara tiny small business. Businessin okkar sem erum að lita gagn getur verið með þessa húfu en svo lítill. Ef að við getum framkvæmt smá vinnu og selt síðan það sem við erum að framleiða og gefið ágóðan, þá er það bara brilljant. Það sannar bara að margt smátt gerir eitt stórt. Maður þarf ekki að vera einhver milljónir eða neitt til þess að geta lagt smá af mörkum, skilurðu mig. Margir geta séð af 600 kalli. Ég veit alveg að það er ekkert allir sem geta séð af 600 kalli. Ég hef meira séð verið í þeirri stöðu, ég hef ekki getað séð af 600 kalli. En ég get séð af vinnunum minni og ég get séð af hluta af garnsölunni og er aldeilis til í að stúsa í þessu. Ég vona að þið langi til að kaupa þér bleikt garn og yndislegar vettlingauppskriftir og húfuuppskrift og hlakka bara geðvegt til að sjá hvað við náum að safna mikið. Þetta á semst að gilda út bleikan október. Og þá er þessi comeback þáttur eða þá fyrsti þáttur í season 2 af Vatnsnesjarn podcastinu búinn. Ég er að setja þetta framvindumerki á peysuna sem ég er í Wintersól svo ég geti mælt hvar ég var, hvað ég gerir mikið á milli þátta til að geta mælt árangur minn sem er mjög mikilvægt, almennt séð, sérstaklega á þessum tímum. Að geta mælt svolítið séð hvað maður er búin að vera duglegur. Anywho, við bara kæra þakki fyrir að hanga með. Við bara sjáumst næst og ég hlakka til.